ætlum við aðeins að rifja upp eða skoða mál innan úr heilbrigðiskerfinu og hingað kominn Kristján Ingólfsson sem eftirlaunamaður, starfaði lengi sem ráðgjafi og Anna María Ingveldur Larsen sem mannfræðinemi. En það sem okkur langar kannski fyrst og fremst að heyra saga dótturinnar sem að þú hefur sagt áður og barist fyrir ákveðnu réttlæti hjá. Og það svo til að Anna María hafði svona svipaða reynslu en lifði það af öfugt við dóttur þína. En Kristján, ef við bara byrjum á byrjunin og segir mig frá veikindum dóttur þinnar. Já, það var þennan örlagaríka dag 27. mars 2020 þá var hann orðin mjög slæm af þessum sjúkdóm sem að hún hafði fengið áður og hún var búin að vera veik heima nokkra daga og þetta var að fara að ágerast það mikið að hún var farin að sýna þessi einkenni þessa sjúkdóms. Hver þessi sjúkdómur? Sýklasótt. Og hann virkað þannig að hún kemst til svona rugla ástand, segir vitleysu, hún gat ekki orðið haldið á hlutum, hún gat ekki haldið á símanu sínum, hún gat ekki haldið á kókflösku, hún misti allt úr höndunum. Og þennan dag tala ég við hann það að hún þurfa að fara upp á bráðamóttöku og hún var eitthvað ekki alveg sátt við það en klukkan 5 þá hringir heimilislæknir okkar til þess að tala við móðurinnar og ég fer í síman og segja honum þetta ástand á Eyglósögu og hann segir bara við mig þú hringir strax á sjúkrabíl, hún öll að koma með sýklasótt eins og hún fengið áður. Hann þekkti þá sögu. Hún það strax að komast undir læknisendur. Og ég hringi þá í 112 og til þess að fá sjúkrabíl og ég hef aldrei lent í furðulega símtali því að aðilinn sem tók á móti símtalinu hann vildi fá að tala við dóttur mína. Ég sagði að það væri alltaf hægt. Hún væri í rugla ástandi og gæti ekki sinni haldið á síma og þessi kona sem svaraði, hún vildi samt reyna það. Og sem mér finnst furðulegt og ég hlýddi því og alltaf rétta dóttur minni síman en hún misti hann bara á gólfið. Og ég segi konunni það, hún geti ekki haldið á síma, þá segir hún haldi símanum upp á eyrun á henni. Og ég segi, hvað segir þú? Já, haldi upp á eyrun á henni, ég ætla að reyna að tala við hana og ég gerði það og hún gæti ekki tjá sig. Þannig að ég tek síman aftur og segi, hún getur ekki tjá sig. Já, ég heyri það núna, en það kemur sjúkrabíl. Og eftir áhyggja fannst mér þetta furðulega símtal. En það kemur sjúkrabíl eftir svolítið stund og ég svona undir meðvitinu gerir mig grein fyrir því að ég fá ekki að fara með af því að þetta var í byrjun á COVID. Og þannig ég lagði mikla áherslu á það bæði við 112 og eins og sjúkraflutningamennina að hún ætti sögu sýklasótt og hvernig það lýsti sér. Þetta var alveg sömu einkenni hún væri með núna og bað þá tók lofar af þeim að þeir myndu koma því til skila af því að í hinskiptin sem hún farið upp á bráðamóttöku í 2 skipti þá hafi ég verið með en þarna gat ég ekki og þeir fara með hana og ég spurði á hvenær geti ég fengið einhverja fréttir. Ég hringdi eftir svona 3 tíma þá getur upp á bráðamóttöku þá getur þið sagt þér eitthvað. Ég bíðist að 3 tíma hringi þá svarar einhver kona og segir hörðu, það verður hringtið eftir smá stund, læknir mun hringi þig. Eftir smá tíma hringi læknir og kynni sig, þetta Hlynur Þorsteinsson og dóttir mér sitji bara hress hérna á bekk og
hún býður bara í ofmænum eftir að vera sótt. Og ég skil ekkert í þessu og segja hvað meinar að hún fara heim. Já, hún bara hress hérna og bara betra en að fara heim. Og ég segi þá svona við hann að hún tók eina sýklatöflu í dag. Já, þá bara, veist, en betur hún bara fari heim. Ég fer upp á spítala og upp á bráðamóttöku og fæ þá bara rétt að fara inn í gang af því það er COVID. Sagt að bíða þar, en svo kemur kona aftur til mig og segja, hörru, komdu með bílinn alveg upp á dyrunum hérna. Mér fannst það mjög skrítið að dóttir mín var ekkert fötluð, en í þessu ástandi var það. Þannig að því að ég held að hún var hress eins og lagtir úrskeiði. Ég keyri bílinn upp að svo eftir smástund þá kemur kona með hana í hjólastól út af bíl, bara beint út af bíl og segir mér að opna og ég segi út af hvernig er hjólastól. Já, opnaði bara og hún var að hjálpa mér að koma inn í bíli. Og ég skildi ekkert í þessu, en þegar að ég fer að ná henni, þá náttúrulega þegar hann segir við mig að hún segir hress og bara býða til þess óta, þá reiknaði ég með að væri búið að gera allar rannsóknir sem þurfti að gera. Ég keyri heim og leiðinni þá ætla ég að reyna að tala við hana, en átta mig eftir á að ég var búin að missa hana þarna. Hún gat ekki tjá sig. Ég keyri heim niður í bílageymslu heima og segi henni að bíða rólega í bílnum því ég þurfa að fara upp og ná í hjólastól mömmunar. Mamma er að nota hjólastól. Og ég fer upp, næ í hjólastólinn, næ í Egilsvík og fer með hana upp í íbúð og þetta klukkan er þá langt gengin 11 þegar ég kem heim. Ég hjálpa henni að fara á klósett. Hún var ekki sjálfbjarga, ég var að hjálpa henni við það til þess að pissa. Og þegar það er búið, þá keyri ég henni inn að rúminu hennar, hjálpa henni upp í rúm, breiði sængina yfir henni og segir Egilsvík mín, við skoðum þetta í fyrramálið. Ok, morgun eftir, þá þegar ég vaknaði eitthvað 8-leytið, þá labbaði ég fram með herberginu hennar og ég hafði opnað hurðina, sé að hún liggur bara í rúminu og ég fattaði þá ekki að hún lá alveg eins og ég laði hana með sængina alveg yfir sér. Og ég fer fram, allt í einu áttaði mig, hörðu, fer inn aftur, kalla til hennar, hún svara ekki, ég sný henni við, að hún blái fram hann, hún dáin. Það fer náttúrulega algjör panik í gang. Ég hringi á neyðarlínuna og segi að ég telja að dóttir mín sé dáin og það kemur þá sjúkrabílar, lögregla, héraðslæknir og hún er bara úrskurð látin og þegar að búið að fara með líkið af henni og þá segir héraðslæknir svona við mig fyrir að tala ég segi honum að ég skil ekkert í þessu. Það hefði verið sagt við mig kvöldi áður að hún væri bara hress. Og hann segir, skal bara hringja upp á bráðamóttöku þegar við erum farin og tala við þann sem var með hana. Ég hringi upp á bráðamóttöku, vil þá tala um lækni sem var með dótturina kvöldi áður. Hann sagt að við hringti við þetta smástund, hann hringir, þessi lækni, þessi Hlynur Þorsteinsson og kynni sig og segir hérna, já, varst þú að reyna að hringja hingað? Ég segi, já, ég vil hafa að vita hvað var gert fyrir dóttur mína hérna í gærkvöldið. Þá segir hann, já, viltu aldrei best bara hann færi heim? Já, það sagði ég, hún er dáin. Já, ég veit það. Og það bara lagði já, sagði ekkert meira. Þannig fór það. En á þessum tíma, vissir þú hvað sýklasótt er? Já. Þannig að þetta hafi gerst áður? Ég vissi það því að ég hafði tvígang farið með henni á bráðamóttöku. Þess vegna vissi ég það. Og í annars skiptið þá var Jón Magnús
yfirlæknir þá og hann kemur inn að stofu til að skoða hana og segir við hana, já, Eygló sá að hvað gömul? Og hún horfði á mig og ég leit bara undan því hún vissi ekki hvað hún var gömul. Þessi velgefna stúlka og mjög velgefin. Hann spyr hver kennitalaðin, hún gat engu svara. Þannig þegar blóðsýkingi fer svona þá... Þetta kemur í svona köstum. Já, og þetta svo alveg svo með einkenni og þetta kvöld, til hérna kvöld. En þegar að læknirinn ákveður að senda hana heim, getur verið að hafi bráð skyndilega af henni, virka þetta þannig? Nei. Þannig mjög líklega var hún... Ég náði engu sambandi við hann á leiðin heim. Og mjög líklega var hún þannig á tímanu sem hún var á bráðadeildinni. Svipuð og þegar hún fór og þegar þú sóttir hana. Ég hef lesið alla skýrslur, hjúkrunarfræðinga og allt og hún var bara þannig. Anna-María, kannastu við einkennin sem að lýsir? Já, ég kannast mjög vel við þessu einkenni, sko. Já. Getur þú lýst í hvernig þau birtast og hvernig manneskja sem svona lokast af, man ekki, getur ekki, heldur ekki á hlutum, getur ekki svarað, veit ekki hvað hún gömul, hvernig henni líður inn í þessu ástandi? Það er ógeðslegt að vera, ég var sama ár, akkurat 2020 og Eygló deyr, þá er ég með þessa sýkingu og ég var einu på spítala og það er rosalega erfitt að vera í svona ástandi og þú veist, og vita, þú veist, ekki neitt og hafa engan stuðningsskilur til þess að hjálpa sér að tjá sig vegna þess að þú getur einhvern veginn ekki tjáð þig vegna þess að þú ert svo ógeðslega lasin og þetta er svo fljótt að ágerast þú veist, þetta bara gerist svo rosalega rætt að þú ert bara orðin rosalega veikur á stundum tíma. Já, ertu veik þannig að þú veist eiginlega ekki hvar þú ert almennilega eða er það þannig að sko, þú átt í erfiðleikum með að tjá þig, ertu svona lokuð inni í svona getuleysið þínu? Sko, hjá mér það var þetta þannig að ég sem sagt, ég fer 3 með sjúkrabílur. Já, innan með 2 sólhringum sem sagt. Nei, 2 með sjúkrabíl á sólhringi hérna. Og ég í erfiðleikum að tjá mig, þú veist, já, og get ekki útskýrt eitthvað hvað að gerast, hvernig mér líður, þú veist, að ég hef líka lesið skýrslunum mínar og það er bara, mér líður svona öðruvísi en ég á að líða, þú veist. Og öðruvísi en mér á að líða og ég var með 40,6 til hita þegar ég sendi hana út daginn eftir og þá stendur ég með útskrift út af því að hún, þú veist, það er alltaf við erum búin að taka all blóðpröfur, en svo bara er ég send útskrifuð, hún ætti bara að leita sér hjálpar á Vogi, þarna var ég... En vissu þau ekki að þú værir með sýklasátt? Ekki fyrstu, ég var send heim og þú veist, það er einmitt rosalega mikið svona dómharka í læknunum. Ég man hvað mér leið ógeðslega illa. Ég sat á stjættinu og ég grét fyrir utan spítalann. Og ég bara, hvað á ég að gera? Ég vissi alveg að, þú veist, þetta var eitthvað annað. Þú veist, ég gat eitthvað með ekki og ég hringdi í mann sem er inn í þessu meðferðarkerfi öllu eitthvað með henn og sem ég þekki og ég var einu sem ég datt í hug. Ekki, þú veist, ég á alveg mömmu, ég á alveg fjölskyldu, skilu, en ég vissi ekki hvert ég átt að hringja, menn hringi ég, halló, hvað, þú veist, hágrátandi og öskrandi, hvað, svona er bara komið fram við, þú veist, þú ert, að því ég var þarna minn, þú veist, og þú ert eiginlega bjargarlaus. Já, bjargarlaus, búin að vera í neyslu og þú veist, þarna var ég... Þú var sendt heim? Ég var sendt heim og ég sem sagt, svo ég, vinkonu mín sækir mig svo og ég fer til hennar og hún bara hún er svona stelpa sem passar rosalega vel bara og þú bara svarar símanum að því að svo hringdi mig hvað, ég veit það ekki 10 tími seinna eða eitthvað og þá bara, heyrðu, það var verið að koma úr pröfunum, þú verður að koma upp á spítala strax og
svo hef ég einmitt lesið yfir skýrsluna. Gastu séð það, það var bara sendur sjúkrabíl til þín eða? Nei, vinkona mín alltaf sá það. Vinkona mín, hvað kom þér? Ég var bara hjá henni fárveik allar náttúrulega. Herðu, ég vil langar aðeins að skilja sýklasótt. Hvað veldur henni? Í tilfelli dóttur minnar þá kemur þetta út af þvagfærasýkingu og sýkingin kemst í blóðið og þegar það skeður þá kemur svona rugl ástand sko. Og sýkingin erðar og einkenni geta gosið upp. Já, og eins og það var lýst sko, Alma Möller hefur verið að lýsa þessu sko, að ef það ekki brugðið skjótt við þá getur það valdið dauða. Það er bara hreinu. Mjög fljótt. Hvernig kom þetta upp hjá þér? Akkur er þú með sýklasótt? Ertu ennþá með hana? Nei, allt var ég ekki hérna sko. Nei, en ég lá á spítala með sýklalyfi æði 4 vikur, skiljur. Þannig það er hægt að drepa þetta? Ef þú kemur svona, já, ég var líka einangrun með sýklalyfi æði í 4 vikur. Þú veist, upp á spítala. Þannig er sýklasótt. Og ég einangru þá vegna þess að það verið að drepa hérna sýkilinn og þar með rónæmiskerfið þitt. Ég var komið með sýkt í húðina, þú veist, þannig ég var komið með aðra sýking. Og þú veist, hjá mér var þetta út af neyslu. Og þú veist, þetta er ósað misjöft og ég það sem hjá mér það var dánadagurinn Nægluar það er 27. mars. Það er sami dánadagur og barsfæði minn sko. Hann fekk þessa sýkingu líka en hann samt já, ég veit ekki hann er alltaf dáinn, hann er þess að sama dánadagur það snerti mig bara ekki. Herðu, en málið það að 2018 þegar hún lendir inn á bráðamóttöku og þegar ég sagði frá mann ekki hvað hann er gömul og hvað þá greindi hann strax hann Jón Magnússon var með sýklasótt hún var sett á sýklalyfi æð og nýrin voru hægt að starfa sem skeður ef sýkingin er að magnast upp að nýrin hægt að starfa og hún þetta farið að ná gjörgæslu meðan hún var að ná sér með sýklalyfi æð hún var sett á gjörgæslu og var þar, ég held að hún kom heim eftir 3 daga bara frísk skilur við, af því að sýklalyfin drepa niður þessa sýkingu og þegar sýklarnir hætta að truflana að þá er hún bara eðlileg venjuleg manneski. Hérna, hefur þú hugsað, Kristjana, ef að þú hefði farið með henni þetta árlega ríka kvöld að þetta hefði ekki gerst? Nei. Og þannig að vandinn er það að hún er þarna ein og það, hún getur ekki tjáð sig raunverulega hvað er eins og Anna María lýsir og þú séð að vísað burtu af sömu ástæðu og þú ert þarna ein. Já. En þú fyrir einhverja heppni og það er bara þessum og heppnin er kannski svo að þú varst ekki dáin áður en að þessi 10 tíma voru liðnir þegar það kemur upp niðurstaðan. Vegna þess að þetta gerist svo fljótt. Barsfæðar minn var að mynda á gjörgæslu sko hann var bara í öndunarvél þú veist, alveg 3 vikur sko. Þannig að það er einmitt að þetta nýrun. En Kristján, þú leitar eftir einhverju svona málið það þegar að þetta er búið að skeið þá hef ég samband skrifa mail á landlæknisembættið og spyr í því maili hvort að þetta mál sé til rannsóknar eða hvort að ég þurfi að krefjast rannsóknar. Ég fæ svar stuttu seinna að þetta mál sé í rannsókn og ég þurfi ekki að óska eftir því. Og ég sendi þá annað mail með 10 spurningum sem ég langar að fá að vita sambandi við þetta og þá fekk ég svar hörðu, þú ert ekki aðila sem máli þú fær engin svör og ég var nú ekki alveg sáttur þannig að þá fekk ég mig lögfræðing það sem ég var við þarna að
ég fæ mér lögfræðing og við fáum tíma hjá landlækni sem var Alma. Má ég skjóti nefnilega spurningu, hver aðili máls sem að gæti rekið málið? Hún náttúrulega dáin. Þetta. Já. Og þeir eru foreldrarnir. Hún á ekki maka og ekki börn. Nei. Þannig það þar alveg í samkvæmt þessu bara engin aðili að þessu máli. Nei. Nema þegar að ég fæ tíma hjá landlækni og mæti með mínum lögfræðing, þá einmitt var lögfræðingur landlæknisembættisins með Ölmu þarna, og ég segi svona, mér þykir furðulegt að það fengi þetta svar frá embættinu að ég var ekki aðili málsins. Þá segir Alma, hvað meinarðu? Ég sendi inn spurningar til þess að reyna að fá einhverja vitnesku og ég fekk svar að ég var ekki aðili málsins. Hún horfði á lögfræðinginn og sagði, hvað hann að tala um? Jú, það kom mail, sko, af hverju fekk ég ekki að sjá það? Hún lét hann að ná í þetta. Því að hún sagði mig, þess er ég að breyta hérna innan embættisins. Auðvitað ert þú aðili málsins. Og þetta eru einhverja reglur sem verið að breyta, og því að við vorum búin að fá til okkar hvað að kalla greinargerð eða eitthvað þannig frá spítalanum þetta mál, og það bara passaði engan veginn við sannleikann. Og þá sagði ég Alma þegar ég gerði grein fyrir mál, þess vegna þarf aðili eins og þú aðili málsins að fá að segja þína hlið af málinu. Þetta passaði ekkert. Hvað læknirinn, yfirlýsingu læknisins, hvað hafði skeið, og út til að því var náttúrulega höfða mál, og þú höfðar mál gegn Landspítalanum eða lækninum? Já, Landspítalanum. Og ég sko fæ þá að sjá lögfræðingurinn minn fær öll gögn varðandi yfirheyrslu hjúkrunarfræðingum sem kom að henni þetta kvöld, læknirinn sem kom að henni þetta kvöld, og maður fór að lesa hvernig þetta var allt þetta kvöld. Og það var nú sko til dæmis að hjúkrunarfræðingur sem var vaktstjóri þetta kvöld, hann segir að Egilsson kom í sjúkrabíl og það var svo mikið að gera, ég var að fá annan til að annast hana, og bið tiltekna hjúkrunarkonu að ég hef nefnað það öllum, ég tekti verið að nefna þau, nema bið hana að annars Egilsson. Hún segir í sinni yfirlýsingu eða skýrslu, ég tók á móti Egilsson þetta kvöld og var að fara að undirbúa að taka blóðpröfu þegar Hlynur Þorsteinsson læknir kemur og ýtir mig frá, talaði við hann í smá stund, kemur til mig, biður að koma aðeins afsíðis og segir við mig, þetta 6-7 mínútum eftir hún kemur í sjúkrabíl. Það er ekkert að taka blóðpröfu þessari konu, hún er þunglind og með mikla geðgreiningar. Var hún þunglind og með mikla geðgreiningar? Nei. Nú, af hverju heldur hann hafi sagt þetta? Hann fannst það við að tala við hana. Þannig að hann var að greina hana? Já. Þess að það er ekki tekinni blóðpröfa. Hann segir að það var gott að taka þvagpröfu. Sú þvagpröfa var aldrei tekin. Út af einhver ástöðu, það talaði að ekki gefist tími, mikið að gera, en hann veit það þegar hann útskrifa hana að hún var ekki tekin, þessi þvagpröfa var aldrei tekin. Þannig að það var engin blóðpröfa tekin, engin þvagpröfa. Hún var send heim án allra rannsókna. Má ég spyrja einu, Anna María, að því að þú segir að þetta tengist neyslu
Já, mér hjá mér. Hjá þér og bassföðinum og mörgum fleirum. Að það og þér var bent á að fara upp á Vog og eitthvað fleira. Og þetta sá hópur sem í mikilli neyslu, að hann fær kannski ekki alltaf bestu þjónustuna þegar hann mætir. Það svona einhverjum fordóma sem hann mætir honum og það bara þannig. Það eru fordómar í samfélaginu gagnvart þeim. Þegar þú ert að hlusta á þetta, finnst þér eins og að Eygló hafi verið flokkuð svona með slíku fólki, að fólk sem kemur svona erfitt með að tjá sig inn á bráðamóttöku, að þetta nú líklega bara eitthvað vandræða fólk. Því miður þetta bara þannig. Upplifir þú þegar þú hlusta á þetta? Já, að hún hafi fengið svona þjónustu eins og þú kannast við? Já, ég kannast við það, ekki bara sjálfur mér. Ég kannast við það bara með dóttur mína, skilurðu. Þannig að þú veist, að fara bara svona, ég veit alveg, þú veist, það alveg fordómar ennþá gagnvart ýmsu. Og það alveg alls staðar náttúrulega auðvitað fullt af yndislega fólki á spítala. En það að það sé bara fólk að deyja og það ekkert gert, skilurðu, eins og með þetta var bara einhver kerfis, þú veist, þetta bara svo mikið rugl og að hlusta á Kristján, bara átti hann að hringja í læknirinn eftir að dóttir hans nýdáin. Þú veist, mér finnst þetta bara svo galið allt. Hlusta á það. Og því miður bara hef ég bara sjálf fengið sögur af honum, þessum sama lækni, frá öðrum aðilum. Kristján, þú ferði rekur mál og ert að sækjast eftir einhverju viðurkenningu, einhverju réttlæti, eins og við heyrum oft í málum þolenda að þeir vilja að út úr kerfinu komi einhver viðurkenning á því sem að gerðist. Það ekki? Sem drífur það frá? Málið sko, þegar svona skeður, þá landlæknisembættið skoðar þetta og svo sér að annað mál rannsóknarlögregla sem líka fyrir í gang. Hjá landlæknisembættinu það var alveg á hreinu að hann sinnti ekki sinni vinnu. Úrskurður hjá landlæknisembættinu var algjörlega þannig að ef að hann sinnti ekki sinni vinnu sem hann átti að sinna, þessi læknir, og hefði mögulegt að komast hjá andlátið dóttur minnar, hefði hann sinnt sinni vinnu. Það var algjörlega á hreinu. Og ríkislögmaður skrifaði það. Það var alveg afgreitt, sko. En mér langar kannski að þegar maður lesir sig gögn sem að ég hef og fer yfir þetta, það þessi óheiðarleiki sem fer svakalega í mig, sko. Að læknirinn segir fyrst þegar hann yfirlýsingu til spítalans, hvernig hann sér þetta, hann segir einu stað, svo hringdi Eygló Svava í föður sinn og lét hann á í sig. Hann gat ekki hringt. Nei. Það svona óheiðarleiki sem fer svakalega í mig. Hvað þá þegar að héraðssaksóknari í sínum úrskurði segir að hann vegna þess að það á ekki höfðað sakamála þegar hann vil líka yfirða svo mikið. Hann fundi til með honum. En að einhverju leiti getur það verið bara mannlegt að þegar fólk gerir eitthvað af sér að þá reynir það margt til að hilma yfir, að sleppa frá því og öðru slíku sem kannski ekki það sem fólk ætti að gera. En við erum briskar mannverur og fólk gerir þetta. Það er stundum sagt í svona hneykslismálum að það fólk fremur verstu glæpina í cover-upinu, það sem að reyna að hilma yfir eitthvað sem að gerðist. Það er bara, en þú vilt ekki að stjórnvöld viðurkenni þá hegðun, sætti sér við hana? Málið það að þegar maður lesi yfir að eins og hjá hjúkrunarfræðingnum, eins og þegar hún lýsið í þeir voru 3 sem að gefa skýrslu hjúkrunarfræðingar og allir
töldu hún hefði aldrei átt að fara heim, skilur svo sem var yfir þegar hún átti að segja hann að hringja í mig til að láta mig ná í hana, þá segir hún, varst það eftir að fara að útskrifa Egilssögu? Og já, það er best að bara verði heima. Að sá hjúkrunarfræðingur sem bað verið tekið blóðpröfu af þetta, hún taldi að það hefði verið gert, skilur. Já, hún mátti halda. Já, og svo segir hún morgun eftir er hún á vakt, og þá kemur sá hjúkrunarfræðingur sem að þá yfir vaktinu þennan morgun við hana, hörðu, þú kannast við Egilssögu. Já, hún komin aftur? Nei, hún dáin. Þá lýsir hún því ég fór í pár því að ég segi það getur ekki verið, það voru teknað blóðpröfur og allt og þá segir hinsjálfur, nei, það voru aldrei teknað eina pröfur. Þá fyrst veit hún að það var ekki gert. Svo sökin alfæri læknisins. En mér finnst þetta mál alls saman hjá rannsóknarlögreglunni, mér finnst það sko, fyrir mér snýst málið vinnubrögð Hlyns Þorsteinssonar rætt kvöld. Það snýst ekkert annað, ekki hvaða lyf hún notaði eða neitt þannig. En í gögnum frá héraðssaksóknara, hann var í mailsamskiptum við meinafræðideildina frá júni 2023 til apríl 2024, tæft ár, til að reyna, já, tók hún örlega ekki lyf eftir að koma heim, alltaf að reyna að vita, hörðu, að kenna ykkur öðru en það kemur bara málun ekkert við, finnst mér. Það máli snýst vinnubrögð hans rætt kvöld og hefði hann sent sinni vinnu, það væri dóttirinn á lífi. Það snýst þetta. Hún var ekki send heim með einhverju fyrirmælum að hún ætti að taka tiltekið lyf. Nei. Málið sem að eftir krufningu, sko, svo var hann alltaf að tala í skýrslu, í úrskurði dómsins, að í krufningu kom þetta í ljós, í krufningu kom þetta í ljós, skilur. Málið er það að ef að nýrun hægt að starfa, og í þessu tilfelli þá segir heimilislæknir okkar í sínu var þetta símtal kvöld að hún var búin að vera veik frá því að 50 dag á föstudag, þetta var á 50 degi sem þetta skeður, tæpa viku. Nýrun voru eiginlega hægt að starfa, þannig að lyf sem hún tók þessa daga, þau söfnuðust fyrir í líkamanum, þau hreinstuðust ekkert út. Skilur, en það kemur í krufningu ljós náttúrulega alls konar lyf í líkamannum hjá hann, að þau safnað saman. Eina sem að meinafræðideildin segir að gæti ef að tekið rætt kvöld eftir að koma heim, það er ein ímjóman tafla. Ekki deyr hún á því, skilur. Þannig það hefði verið að svona opna fyrir möguleikana núna við að dáið af miklu lyfjaintöku. Já. Og það finnst í krufningu, en það er ástæðan fyrir því að líkamögur hættur að virka og vinna úr þeim. Já, en þess vegna er hann ekki þar ástæði þess að hafa sakamála hendur lækninum, varðandi að hann byrja ábyrgð andlát hennar, af því hún hefur tekið of mikið af lyfjum þegar eftir hún kom heim, sem hún gerði ekki. Ég hjálpaði henni upp í rúm þetta umrædda kvöld. Ég beti ef henni á sængina. Hún hefði ekki getað að opna pilluglas. Og það er enginn að segja mér að dóttir mín hafi verið eitthvað misnóta lyf. Ég vant hann í vinnu áður og ég hef þekkingu á þessu. Hún hefur aldrei getað verið að ánóta þetta heima á mér. Það er bara það. Ég spurði áðan svona fordóma gagnvart fólki í neyslu inn í heilbrigðiskerfinu. Síðan til annað fyrirbrigði sem er þegar að svona velsett fólk í samfélaginu lendir eða gerir eitthvað, lendir í ykkur eða gerir eitthvað, að þá er svona tilhneiging til þess að við höfum svona meiri samúð með þeim. Við þekkjum þetta í
sambandi við kynbundið ofbeldi, að það eru einhverjir svona velsettri kallar og sumir krefjast þess að þeir eigi að bera einhver ábyrgð á því og þá er að vísa til þess að það er svo mikið fall fyrir þá. Þeir eru svo hátt uppi í samfélaginu að það er svo mikið áfall fyrir þá að lenda í einhverju slíku. Og þeir kannast við þetta. Það er svona, og það er líka innbyggt inn í samfélaginu okkar að meðumkun okkar getur sko snúist mjög hratt til þeirra sem eru eiginlega betur settur eða hafa svona áhrifastöðu í samfélaginu og annað slíkt. Heldur að þetta sjónarmið þeirra sem er að rannsaka þetta og taka ákvarðanir ákæru eða hjákæru, þegar þú nefndir það áðan að læknirinn sæi eftir þessu og væri alveg eyðilagður yfir þessu, að þar með sé hann búinn að taka út sína refsingu af því hann hefur svo mikið að missa. En ef þetta væri einhver sem að samfélagið metur sem svo hafi lítið að missa, stendur mjög veikt, að þá hefur við kannski bara ágert hann. Heldur að það spilir inn í þetta? Mér finnst það alveg rétt lýsing. Málið er það að sko hjá landlækni þegar ég mæti þar með mínu lögfræðing út af þessum málu sínum tíma, þegar ég spyr hvaða afleiðingar hefur þetta fyrir læknin, þá segir landlæknir já, hann er í veikindaleyfi. Já, segir ég, er hann í veikindaleyfi? Já. Og hvað svo? Já, þegar að það verður metið, hann gæti hafið störf aftur, þá hefur hann störf aftur. Hver metur það? Læknir. Og ég sagði já, það er bara það. Það var annar læknir sem metur það. Og þá svona kom þýnsli í vitali. En sko, ég get hvergi séð að þetta haft einustu afleiðingar fyrir hennar lækni. Hann var í leyfi að hann segja sjálfur í heilt ár og svo bara fór hann að vinna aftur til læknir. En sem ég hef alltaf leitast eftir hvaða afleiðingar, hvaða úrskurðaði landlæknir gagnvart honum. Ég hef hvergi fengið að sjá það. Ég var að lesa... Það má segja að hann hafi farið í sjálfskipaða útlegð í eitt ár, þetta segir það. Þegar að, sko þetta skeið 27. mars 2020. Ég fekk heftalegt brisbólgukast í endan október það ár. Hafði aldrei fundið fyrir brisinu. Nema ég lendi fyrir sjúkrabíl upp á bráðamóttöku. Það fyrsta sem ég segi þegar ég kemur hjúkrunarfræðingurinn til mig, ég vil alls ekki að viss læknir fá að koma hérna að mér. Þá segir hún, hvaða læknir það? Ég segi Hlynur Þorsteinsson. Þá segir hún, þú ætti ekki áhuga því hann er að klára vaktina. Halló. Hann var ennþá að vinna. Já. Það sem ég skildi ekki, að hverju hann ennþá að vinna, hvaða afleiðingar hafði þetta fyrir læknin. Það mun ekki verða meiri því að það eru öll málum lokið í þessu, eða hvað? Já, en sko, sem ég get enga með kynnt, það er bara þannig. Sko, að lesa, til dæmis, ég er með útskrift af yfirheyrslu hjá rannsóknarlögreglunni yfir þessum lækni. Það sem hann mæti með sinn lögfræðing og lögfræðingurinn má segja stýrir yfirheyrslunni sem við til að sé ólöglegt. Hann segir það hann spurði þar hvaða afleiðingar hafði það fyrir hálfu landlækni. Engin afleiðingar. Og hvað meinar það, segir rannsóknarlögreglumaður? Nei, engar afleiðingar. Og hvað á ég að setja með það að maður sem ég tel sem valdur og andlutur dóttur minna að það hafi engar afleiðingar fyrir hann. Ég get bara ekki... Getur ekki sett við það? Því að þetta mál allt saman, ég er búin að fara yfir öll gögn, ég hef all gögn hérna bara á borðinu hjá mér og það er svo mikið óheiðurleiki. Menn segja ósatt, hagræða sannleikanum. En Kristján, hefur ekki eitthvað sagt við þig á þessum tíma? Vilt ekki bara sleppa þessu? Getur ekki... Margir. Margir. Ég veit það. Hverju svarar slíkur? Get það ekki. Ég svara, sko, við þótti rosalega, og þykir rosalega vænt þess að dóttir mérna.
og ég get ekki sætt mig við það þurfa enginn að bera ábyrgð á andlát hennar. Mér finnst það alveg svakalegt. Menn hafa sagt við mig, þú voru að hugsa heilsuðina, þú hugsa hjarta, ég hef farið stóra hjartaaðgerð og allt það. En ég get bara ekki tekið til hausnum á mér. Ég býst við að einhver af þeim sem að koma til þín og segja, viltu ekki sleppa þessu, Kristján? Þetta fer bara illa með þig. Að þau segja kannski svona, ég meina, dauðinn er óréttlátur. Dauðinn er ógeðsleg skepna. Það er svo mikil óréttlæti í því að það er bara hryllingur. Og og þú ert ekki að reyna að flytja það óréttlæti yfir á þennan eina lækni. Hvað segir við svoleiðis? Sko, málið það. Ef að ég hefði fundið einhver staðar, í einhverjum sem öllum sem gögnum sem ég hef með, að þessi maður sem ég tel að bera ábyrgð andlátunnar hefði yfirrast. Þá var ég kannski viðfram eitt öðru vísi. Meðan ég finn það, hef ekki fundið það og hann hef öllum gögnum sagt ósatt, logið, þá get ég engan veginn sagt með það. En hann hefur ekki talað við þig og beðist afsökunar? Ég hef ekki viljað að tala það. Málið, hefur hann boðist til þessum að ég var að spyrja? Ég var spurður að því hjá landlækni hvort ég vildi hitta hann. Ég sagði nei. Ég var boður að fund hjá spítalann og það mættu alltaf ekki verið 6-8 manns sem sátt á móti mér alltaf frá mínu, sko. Jón Magnús mætti þar hann var þá yfirlæknir bráðamóttunar. Og hann byrjaði fundið að segja að hann bæði innilega afsökunar. Fyrir hönd bráðadeildar? Já, fyrir hönd bráðadeildar. Og ég sagði bara við hann, Jón Magnús, ég ber enga kala til þín. Ég hef ekkert með gótt þig að segja góð reynsla af þínu störfum. Það er bara allt annað mál heldur en eftir þessu lækni, sagði. Því að ef ég má, sko, að lesa það sem hann segir í yfirheyrslu hjá rannsóknarlögreglu. Hann segir að það sem að hún var byrjuð að taka pensilín, þá ákvað ég að vera best við að fara heim. Hann vissi ekkert hún að tekja eina töflu pensilínu þegar hann útskrifaði hana. Hann vissi ekki fyrir hann seinna meir. Og hann segir, þetta var miðjan dag. Það taldi mér óvægt að senda hana heim, hún kæmi þá bara aftur kvöldið. Þetta var kvöldið sem hún var inn á spítalanum. Hún kom einhverja 11 kvöldið. Þetta allt eftir þessu öll hans yfirheyrsla. Þú mátt ekki halda að ég sé að telja kjarkahaldabarður áfram því að þetta eru spurningar sem ég veit að þú hefur velt fyrir þér og fleiri þannig að mér finnst það sjálfsagt að því að fólk sem er í svipari stöðu og þú er að velta fyrir þér hvenær á ég að halda áfram eða á ég að gefast upp. Málið það, sko, að svo þegar maður ég er alveg viss það, þessi maður er uppfull fordómum. Ég náttúrulega googla þennan mann kanadíski blaðamaðurinn sem lenti inn á bráðamóttöku og skrifar það að þegar hún spurði hennar lækni þá hún talið sæmilega á íslensku þá verið betra þessum veikin hún fengi að tala við hann ensku hann hélt nú ekki hún skildi bara tala íslensku á Íslandi og hann lýsi hvernig hann gerði í því að henni myndi finna til þegar hann var að skoða hana ég tók eftir mynd af henni og hún var með lokk það er verið nú Anna María, þú hefur fylgst með baráttu Kristjáns. Já. Finnst þér hún vera mikilvæg? Mikilvæg, já. Ég var ekki búin að taka eins og eftir henni fyrir bara rétt að henni hafa samband við þig, skilju. Það finnst mér líka ógeðslega skrítið. Akkur var ég ekki búin að segja það? Því að meinar að akkur hefur ekki meira verið sagt frá þessu? Já. Þú veist. Þetta er alveg, já. Og ég svona og þú veist þetta sem hann er að segja þetta er bara raunin veistu það, ég var upp á spítala ekki verið svo löngu með stelpu sem með tattoo, ég sagði felldu tattoo en er ekki allir með tattoo í dag? Meðist ég verið svo einu eftir sem er ekki með tattoo já, það er maður kannski með
Já, það er alltaf misjafnt. kannski á vitlausu stað. Það er Ég alltaf býst við það öðruvísi. að fólk sem er með tattoo svona á andlitinu Já, hún var ekki með öðruvísi andlitinu en þjónustu. hún var svona, þú veist, Og fólk sem er með hringi á vitlausu stað. þótt hún var ekki með hring eins og kantka blaðakona, þá var hún svona svipið tattoo hún og eitthvað. Og ég er bara að reyna að fela tattooið. Þú veist, ég er bara svona, þetta er bara ógeðslega svona, og líka það að Kristján, hann er búinn að berjast að hafa rosalega fáir þennan kraft. Og það, þú veist, að líka bara hann spurði mig einmitt, þú veist, talaðu við landlækni þegar ég sagði hann mína sög. Nei, ég hafði ekki vitað, ég hafði ekki kjark til þess, ég viss, þú veist, ég hafði enga sjálfssprengu. Þú veist. Og þú slafst líka, þannig að... Já, en samt það hefði náttúrulega þú veist, læknaskýrsluna, skiljur, sjúkrafskýrsluna, þú veist, þá sérst alveg hvað það er að skrifa mig og að, þú veist, og það er líka logið og ég kannast við það það sem þú, Kristján, er að segja, sko. Það er stundarlega læknirinn að hringdi mig, sko, hann hringdi aldrei í mig, sko. Einhver önnur kona, sko. Þannig að, þú veist, það er alveg... Hérna, maður gæti, sko, það er mikil svona valda ójafvægi inn á spítulunum. Sjúklingurinn er augljóslega neðstur. Ég segi nú stundum að þetta lesa í búningu, sko, læknarnir eru í hvítu og svo eru sjúkraliðarnir í grænu og sjúklingurinn har haft berta aftan, hann er maður með rassin út einhvern veginn til þess að minna mann á hverju staðan manns í gonguláröðin er. Maður gæti tala svona. En auðvitað er þetta ekki þannig, því að þegar maður leggst inn á sjúkrahús þá finnum maður að maður er að vinna í fólki sem eru valið sér umönnunarstörf að sömuleyti bara vegna þess að fólk brennur fyrir það. Og það er maður finnur samkennd og fólki vill að maður gerir allt fyrir maður að gera. En innanum er kannski fólk sem er ekki alveg þannig og sem á kannski meiri erfiðleikum með þetta valda ójafnvægi sem er að læknirinn getur bara eins og í þessu tilfelli sendt sjúklingin heim raunverulega gegn hvatningu hjúkrunarfræðinga. Er þetta persónulegt vandamál einstakra starfsmanna eða er eitthvað inn í kerfinu sem er? Það er náttúrulega inn í kerfinu að því leyti að þér finnst kerfið vera að verja læknana. Því herra sem út settur í kerfinu, því meira ver kerfið þig. Sko, það sem að ég hef svona leysúð, sko, að ég hef oft sagt líka að ég er alls ekki að finna að öllu heilbrigðiskerfinu. Ég farið margar aðgerðir og síðustu 5 ár hef ég farið 15 sinnum eða 16 sinnum inn á Landspítalann og er að fara núna eftir mannamótin. Sko, alltaf í svæfingar og leggst inn í kjölfarið 1-2 daga. En ég hef aldrei í öllu mínum ferðum ég hef farið stóra opna hjartaaðgerð, ég hef farið við 3 brjóstsaðgerðir. Aldrei orðið varðin nema kærleika, góða umönnun, aldrei nokkuð tíman. En eins og ég hef sagt að það getur lengst innanum skemmt epli og í þessu tilfelli er það. Og það sem hún er verið að tala um að ósarrátt í mínu skrifum sem ég hef verið að skrifa inn á Facebook og viðar og komið í viðtöl, þá hef ég fengið svörum frá fólki sem skrifið mér inn á Messenger sem hef ekki þorað að láta nafnsins getið sem með sögur af sama lækni og ég vil ekki vera að ég tala um það hvaða sögur það eru því að ég hef enga sönnu fyrir því nema sem það var sagt mér. En það er málið að allt sem ég hef verið að segja hef ég sönnu fyrir, skilur það. Það er bara, ég er með þetta yfirreynslu og mér finnst bara að sko þessi læknir eins og ég vil lesa hvernig hvað hann segir jafnvel lögfræðingunni spyr hann í viðtali hjá rannsóknarlögreglu. Pappennar hefur yfir séð lífi hjá henni eitthvað, þess að koma yfir á mig, skilju, að hún dó. Við veist þetta svo rótið og þess að þá segir hann
Já, ég treysti náttúrulega fyrst við fyrir heim miðjan daginn og hún væri þá í góðri umsjón föður síns og hann myndi passa upp á hana. Hvað felist því þessu orðum? Hann er fann að saka mig að sem mér að kenna að dóttir mín dó. Á ég svo að segja, hörðu, ég verð að gleyma þessu lækni. Nei, ég get það ekki. Herðu, Kristján og Anna-María, takk fyrir að koma og segja þessa sögu og sem er mikilvægt. Takk fyrir. Já, takk fyrir komin. En við ætlum að halda þeim áfram við rauðaborðið að fjalla allt annað mál sem kemur hér eftir örskamma stund. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is